Gamall, 8,55. Það er 9 fyrir tölt, 9 fyrir vilja og geðslag og 9 fyrir fegurðir og einn. Sjáu þið Arion frá Fróðholti. Það byrði ykkur að vera ekki með mjög mikið hávaða. Það er ekki að klappa mikið fyrir svona bara eftir þegar þetta atriði er búinn. Þetta er bara 4 metra bóli. En sjáu þið passið, sjáu þið hægatöldu. Ekki horfa á Daniel stelpur. Horfið á hestinn. Sjáu þið hægatöldu. Röfnin og nýttina. Það er þarna saman. Þetta er alvöru hestur. Og Arion er eins og hrossin hér á undan Sæ frá Bakkakoti. Og móðir hans er Gletta frá Bakkakoti. Gletta er óðstóttir. Gletta er búinn að vera að gefa þeim einni regneyri rund og ásæli, mikla gæðinga. En þetta er enn einn Sæsonurinn eins og Concept frá Korpu sem að heillaði okkur hérna áðan. Og ekki heillar okkur síður þessi hestur. Já, við bara klöppum ekki neitt, við erum bara róleg. Nógu tími til þess og eftir. En Daniel ætlar að koma hér og við ætlum að kalla uppboðshaldarana inn á gólfið. Þeir ætla að bjóða upp toll undir þennan hest. Þeir Jón Þorberg Steindorsson, stórbóndi á Minnivöllum og Hilmi Snær Guðnason, okkar maður í söfnuninni til handa Lauf. Og ef að þeir eru þarna einhvers staðar kapparnir, Beggi og Hilmi Snær, þá inn á gólfið. Það er ekki rétt í geti hjá mér að andliti tollsins að það fer í söfnunina. Hver einasta króna sem fæst fyrir þennan hólatoll fer í söfnunina. Og í fyrra þá gerðum við þetta í fyrsta skipti. Þá datt okkur í hug að vera gaman að láta eitthvað gott af sér leiða í samvinnu við þessar uppákomur. Og þá afhentum við styrktarfélagi krabbmeinssjúkra barna á 3.000.000 króna. Þökk sé íslenskum hestamönnum og hrossaræktendum. Og við ætlum að toppa það í ár. Og nú takið þið við strákar, Beggi og Hilmi Snær og allir upp með veskið. Bara áður ég hleypi ykkur að koma systur hans, Arions. Þetta eru... Það séu líka að fóra að tolla þeim Guðmundur. Nei, en ég ætla bara að þeim minni alls ekki bjóða á Danielu. Ég veit að marga konur í salli sem að bjóði hann, hann er lofaður. Þá hleypi ykkur að. Helmir, heldur að sé ykkur peningar í salum? Já, þetta er glæsilegt. Heyriði, það er hérna að ég sé marga flugríka inn í stúkunni. Og hérna, ef við ekki að fara að fá okkur boð í hest, er tímið ekki að bjóða þetta? Ætli að sitja bara þarna og hérna, sitja sér fast aftan veskinu, nú veit að fara að gera boð. Bjóði hérna glæsilega hest. Hvað? Skilja mig, það er aldrei þurft. Við verðum líka að hafa eitthvað svona... 100? Við verðum að hafa eitthvað svona... einhverja rútín á þessu, við verðum að sjá okkur standa upp og bjóða og svona. Það er komin 100 á skall. 110 hérna hjá þörnum. 110, heyrðu við það? Eitthvað hann var í myndgulum. 150. Guðbjörn Ingvarsson á Hellu. Sláttumaður. Við veitum að það er einhver sem á meira. Ég sé að tengdapabbi þarna, við skulum ekki hlusta boð frá honum. Ég þarf að hugsa heimamundinn. Pössum það. Það er 150 komið, er ekki eitthvað meira? Bragi, stórbóndi Fláveltu, hvar er veskið? Undir þennan glæsilega hest. Hann er feimið núna, Fláveltu bóndinn, nágranni minn. 150, Klemmi, þú átt eitthvað? Já, ég er þessum eftir Hafliða Halldórsinni. Hvar er hann? Sjáu þið meira það líka, strákar, sjáu þið. Systur Arions. 150. Þetta eru alls systur þessa hest, þannig að þið sjáu hvaða blóð þið eru að bjóða í. Þetta er engin slor hestur, 150 skall er fínt, en á Það er fínt, við viljum samt fara aðeins hærra, en það ekki. Heyrum við ekkert annað, 150 komið. 160 hérna. Þetta er alvöru maður. 160 komið. Hugsið ykkur, þetta er hestur sem var sko heil bankasamstæði skýrðið höfuðið á. Hvað segir Ásæll? Þeir skýrðu bara bankan í höfuðið á. Á hestur. Þannig að þetta er ekki smá hestur og engin smá knappi. Gullkrippan okkar.
Svona, hestamenn, áfram með smjörið og upp með peninga fyrir gott málefni. Gott málefni. Ég satt á fundu daginn þar sem að Hrossaræktarráðuneytinu okkar sagði að hestamenn færu fjálglega með bókhald og þannig það hlýtur að vera til einhvers staðar undir kotta. Þið þurfum ekkert að vera hræddir, sko, ég fæ þetta ekki, það er bara samtökin laug, ég á nóga peningum. Hann fer ekkert með þetta út fyrir húsið, þessa peninga sem eru undir kottanum. Það má líka benda á strákar að þeir sem að styrkja góðgerðarmál, þeir fá auðvitað skatt. Logi Þór Laxdal. Logi Tímur. Nýríki, komdu. Það ætlar enginn að bjóða hærra en 160.000 í þennan toll hérna? 170 frá Sússurum. 170, það var lagið. Nú hef ég á tilfinningunni að þessi rétt að byrja. 170 komið þarna. En þú fær ekki kvöldstund með Daniel með. Voru að kaupa hana sér. Þarna er einn. 180 komið, ég vissi að þetta færi á stað. Já, nú er þetta hittna. 180. Þar er Hafliði. Hafliði, ert þú ekki með peninga? Þú veist, það er hættulegt að standa upp, þá held ég að setja að bjóða. Hafliði, hvenær hafa gjaldeyrishöftin virkað á þig? Nú er hættulegt að vera með eitthvað rennur í á klósetti eftir bjórinn, sko, þá verður menn bara að bjóða. 180 komið. Heyrum við eitthvað meira? Þessi ekki sæm ekki þetta? Nei. Þetta er allt á seint. Kemur einn. Nei, þetta er tengdapappi, ekki? 200, það er komið 200 hérna. Á, alveg maður hana. Hver bauð það? Hver er með 200? Það er einir sjálfur, Margaret Hoff bóndinn. Það var rétt. Með sænskar krónur. Alveg maður. Og þeir sem ekki eiga peninga, þeir lóta geta farið í Arion Bank og fengið lán. Já. Það hlýtur að vera. Bjössi bankastjóra Hellu, hann tekur þennan fól að tolla við því. 200 kall, hæsta boð. Gott málefni, nóg af peningum. Fyrsta. Já, við höfum ekki að fara að setja 200 fyrsta. Ætlar einhver að bjóða? 200 annað. 220. Já, þar kom pappinn, Guðmundur Björgviðsson, 220. Glæsilegt. 220. Búa til framtíðar hross fyrir drenginn, það er alveg ljóst. Ég ekki veitir af. 220.000. Já, Daniel er að slá í að ríða út. Hann er óhress með þetta. Það er búið að misbjóða Daniel, þar þarf þó nokkuð til þess. 220.000, Hafliði! Hvað er Ragnar Snorri? Býttu Hafliði vegar! Hvað býður Hafliði? Það er allir konur í varnarstöðu að halda fast veskið. Hafliði hrökk inn í sig, sem að hefur mjög sjaldan gerst. Hvað segir þið? Er það? Já, mér sýnist þetta að vera komið 220.000 annað boð, annað. Byttu við, Margaret Hoff bóndinn. 250.000, þetta er alveg maður. Hafliði! Hafliði sígur bara meira og meira þarna í horninu. Hann er eitthvað blankur eftir að keypti Ingól, sko. Hafliði blankur? Aldrei hef ég heyrt það. 250.000 hjá Reyni Erni hérna. 250. Nú fer að... Hinni Braga, þetta er allt of seint fyrir hann líka. Hann sefur eftir reglum. Elva Skíðbakka með öfningapeningana. Já. Það er spurning hvort að Elvar frændans í Seli myndi leggja inn okkar námskrokka fyrir honum. 250.000. Er þetta síðasta boð? Mér sýnist þetta að vera liðið til lok. 250.000 fyrsta. 250.
250.000. Annar. Hafliði síðasti séns. Hann á ekki séns í sænsku krónurnar. 250.000 þriðja slegið. Daniel, hafðu þökk fyrir. Glæsi hesturinn Arjón frá eystra Fróðholti sem hann þannig hefur sýnir hérna. Síðan kemur Spá frá eystra Fróðholti sem að Gunnar Áskísson situr þarna eftir. Og svo það Glæsi rissan Glíma frá Bakkakoti sem að Ragnheiður Ásarsdóttir situr. Og svo kemst þá áfram fyrir sig ykkur. Sem á öll þessi rás. Við þökkum Ársæli Jónssoni kærlega fyrir hlaupinn á kollinum. Og fjölskyldu. Og fjölskyldu. Ragnheiður Hrund. Og Jón Finn. Það er svo í ég nummer 2. Hér kemur við fyrst Spá frá eystra Fróðholti. Svo er það Glíma frá Bakkakoti. Og að lokum hinn ungi og eftirlegi stórglæsi Sjáuði, getið Arjón klappa svona smá. Já. Sjáuði þið horfingur á hestinu. Sjáuði Daniel Jónsson. Það er ekki kvik á kallinu núna. Það er fætt fyrir. Fyrir 22-25 og þá er aldeilis skamtur eftir. Kom aftur. Sýsturnar. Sjáuði Arjón. Hver er ekki rægt að svona töff og svona uppsetningu og svona lúk? Sjáuði fegurina, sjáuði kraftin. Þetta er það sem við erum að rækta. Þetta er að síða og að ramma. Í loka hluta. Þeir koma aftur. Sjáuði fjöröngsabólan. Hann getur líka reyndi, skal ég segja ykkur. Sjáuði það. Það er tvær þakki fyrir.